þá ætlum við að halda áfram að kíkja á stjörnufræðina og halda áfram með sólkerfið. Við fjalluðum síðast Mars, en þegar við komum út fyrir Mars þá endum við í smástirnabeltinu. Smástirnabeltið er ansi stórt, það myndast í sólkerfinu á milli Mars og Júpiters. Þar náði í raun ekki að myndast reikistjarna, en þetta er svona leifar af myndun sólkerfisins, en vegna þess að þyngdarkraftur sólarinnar og Júpiters togast á, þá náði ekki að myndast þarna reikistjarna. Flest eru þessi smástirni lítil, þarna er þó nokkur sem eru stærri, þegar langstæðist er smástirni sem heitir Ceres, en 2006 þegar flokkur dvergreikistjarna var búin til, þá passar Ceres í raun betur með þar heldur en með smástirnunum. Það finnast 1000 smástirni á hverju ári, flest náttúrulega í smástirnabeltinu, en þau eru víða sólkerfið. 5. reikistjarna frá sólu og svo fyrst af þeim ytri er stærsta reikistjarnan Júpiter. Gríðarlega stór, það er í raun og veru nærri 95% af öllu efni í sólkerfinu fyrir utan sólina er að finna í Júpiter. Þá erum við að tala allar reikistjörnurnar, öll tungl og allt saman. Er ekki nema bara hluti af því sem er í Júpiter. Þannig gríðarlega frekar þéttur miðað við gasrisa. Allar 4 ytri reikistjörnurnar eru gasrisar. Það þýðir að það er ekkert fast yfirborð. En það þýðir ekkert að velta fyrir sig hvernig þyngdarkrafturinn væri maður stæða á Júpiter. Það er ekkert hægt að standa á Júpiter, því þetta er bara gas. Og sumir hafa velt þeirri pælingu fyrir sér að maður hoppar þá út úr geimskipi á Júpiter, hoppar maður þá bara í gegnum hann, af því þetta er bara gas. Það er ekki alveg þannig, því að maður hoppar og lendir í gríðarlegum iðustraumum. Þannig er fáránlegur vindur og maður myndi hoppa og lendi í þessum vindum, tætast í sundur sjálfur sér í þessum vindi. En segjum sem svo við varum í ykkur hilki sem myndi þola vindin, þá förum við neðar og neðar þar sem þrýstingurinn eykst og eykst og gasið þéttist, og á endanum erum við komin í nokkurs konar vökva sem er bara óbúslega þétt gas, og á endanum myndum við stoppa og í raun og veru kremjast undan þrýstingnum einhvers staðar þarna á miðri leið. Júpiter snýst mjög hratt sjálfan sig, ekki nema tæpa 10 tíma að snúast einn hring. Þó þetta sé margfalt, ef við miðum við miðbaug á Júpiter, þá er það mörgu sinnum lengri vegalengd heldur en sú vegalengd sem við förum í einum snúningi á jörðinni. Svona merkilegasti iðustraumurinn í Júpiter er þetta hérna. Þetta er kallað auga Júpiters. Þetta er í raun og veru bara hvirfilvindur sem er búin að vera í gangi svo lengi sem menn hafa verið að horfa á Júpiter í nógu góðum sjónaukum til að sjá þetta. Þetta er væntanlega ekki eilíft fyrirbæri, en þetta er það stórt að jörðin passar næstu því 2 inni. Og það tekur Júpiter tæp 12 ára að fara í kringum sólu. Hérna sjáum við samsetta mynd af þessum iðustraum. Jörðin er sem sagt cirka bát svona stór í samhengi, en hér er vindurinn fáránlega mikill. Júpiter hefur gríðarlega mörg tungl og eru menn svo sem farnar uppgötva það mikið að menn eru orðið í vandræðum með hvað er tungl og hvað er grjót. 4 tungl eru langstæðst. Sjáu þau hérna. Þetta eru tunglin Jó, Evrópa, Ganymedes og Callisto. Jó er innstur. Þar er lítið árekstrargiga því að Jó er tiltölulega ungt tungl. Árekstrargigar myndast hægt og með tímanum, þannig eftir því sem hlutur eru eldri þá má finna fleiri árekstrargiga, ekki nema yfirborðið eyðið þeim út, eins og til dæmis á jörðinni. Það er lítið árekstrargiga á jörðinni af því að veðrun og jarðvegsmyndun gróður fela þá. Næsta tungl er Evrópa. Það er líka lítið árekstrargiga vegna þess að þetta er yfirborðið er það ekki ís og þessi ís er á hreyfingu, þannig að ísinn lokar öllum árekstrargötum.
Rendurnar hérna í yfirborðinu myndast vegna þess að yfirborðið er togað til af þyngdarkrafti Júpíters. Þetta gerist líka hjá Jó. Næstu því eins og flóðkraftar eins og í sjónum hjá okkur, nema þetta er bara miklu meiri kraftar, þannig að yfirborðið togast allt til fast. Þetta er fastur ís og þarna gæti verið fljótandi haf undir ísnum og hugsanlega líf, en þá erum við að tala um bakteríur eða eitthvað svo lítið sem við sjáum það varla. Ganýmedes er stærsta tungl sólkerfisins. Þar er einnig að finna ís, en hann er ekki svona, og þið sjáuð í raun samsetningu tunglana hérna, eða innviðið þeirra. Það er ekki svona rendursamt á Ganýmedes eins og er á Evrópu. Síðan er Kallistó sem er sennilega eldvirkasti hnöttur sólkerfisins og það er gríðarlega mikið af gígum. Svo stæðsti heitir Valhöll. Næst stæðsta reikistjarnan er svo 7. eða Satúrnus. Það eru þessi glæsilegu hringir hérna sem er helsta einkenni Satúrnusar. Þeir eru úr ís. Þetta eru ísjakar sem eru allt frá bara að vera pínulitlir upp í að vera á stærð við, hvað maður að segja, fólksbíl eða hús. Ekkert ósvipaðir ísjökunum sem við sjáum í Jökulsárlóninu, þeir stæðstu. En þetta er ekki nema 20 metra breitt. Það er svona álíka mikið og 3 hæða hús, miðað við hvað þetta sést langt af. En þetta eru ísmólar sem eru alltaf að rekast á og brotna. Þess vegna glansar þetta svona. Þetta endurkastar varpar sóli af því að þetta er ís sem er sífellt að brotna. Þannig við erum alltaf að fá nýtt og nýtt yfirborð á ísinn. Satúrnus er eðlis léttasta reikistjarnan og myndi fljóta í vatni ef við fyndum nógu góða sundla. Snýst nokkur hratt í kringum sjálfan sig en er ansi lengi að fara einn hring í kringum sólu. Fullt af tunglum, flest lítil. Títan er í raun eina tunglið sem er stórt. Það er næst stærsta tungl sólkerfisins. Hérna sjáum við það. Hérna eru hringirnir. Sjá hvað þeir eru þunnir. Svo er þetta eitt af litlu tunglunum. Af litlu tunglunum getum við til dæmis talað um Enceladus, en þar gýs vatn upp úr yfirborðinu. Og svo eru til fleiri tungl. En hérna sjáum við Júpíter snúast nokkur hratt, við getum hægt á þessu. Hérna sjáum við auga Júpíters. En þið sjáum hér er fullt af tunglum. Hér eru þó ekki sýnd öll tunglin sem þekkt er í dag. Hér eru eitthvað í kringum 30 tungl. Og ef við skoðum, sjáum hérna er Kallistó, Jó sem er innstur af þessum stóru. Svo eru hérna fleiri tungl. Með því að fara hérna yfir þá get ég séð hvað þau heita. Hérna birtist Evrópa. Ganýmedes er að fara að birtast hérna á bakvið, en ekki þessi. Röðum þessu aðeins þannig við fáum hann. Þarna kemur hann. En ef við skoðum sporbrautirnar, þá lítið það svona út. Þetta er svolítið ólíkt því að vera bara með eitt tungl. Og þetta er, eins og ég segi, svona það bil helmingurinn á tunglunum. Við skulum skoða aðeins Satúrnus og tunglin hans. Þau eru, hann hallar aðeins meira, þannig að við náum ekki, Júpíter hallar næstu ekki neitt. En hérna sjáum við fullt af tunglum, Títan langstæðstur. En þá segjum við þessu bara lokið.